Baldur, fyrsta keppni ársins, þú væntanlega að berast sigur. Já, að sjálfsögðu. Maður fyrir ekki alveg öðruvísi en maður ætla að sigra. Nú, þú notaði svona síðasta ár kannski aðeins til að læra á bílinn og svona, en nú það bara fyrsta setið, ekkert annað. Já, svona nokkuð veginn, sko. Það allavega stefnan í ár, að vera hraður, sko. Við sýndum það í fyrra, við gátum verið hröðu og hérna, þannig að við reynum allt sem við getum. Og verður þetta fullferð frá fyrstu selið? Já, við ætlum að sjá stöðuna svona í dag, keyra allavega. Hann Hjalti að koma með mér nýr núna aftur eftir, 3 ár. Þannig að við ætlum að slípa okkur aðeins saman og sjá hvað við getum gert. En það verður fullferð að sjálfsögðu. Hvernig heldur að staðan verði í kvöld? Jú, veit ég ekki. Verði svona, Henning, Gunnar, ég og síðan raðast þeir hann á eftir okkur einhvern veginn. Vonandi. Gangi vel. Takk. Þessi farin að gera tóma vitleysu líka. Já, Baldur, hvernig hefur þetta gengið hjá þér í kvöld? Það byrjaði þokkalega en það eitthvað vesen á henni núna. Og hvað, tapaðir talsverðum tíma núna á síðustu leiðunum eða ekki? Jú, ég tók fína ferð á Ökugerði Stapafell og síðan tilbaka þá slakaði ég á, kannski full mikið. Tapaði svolítið á tíma þar, gekk fínt fyrir ferðin á höfninni, hún var felld út og síðan þurfti ég að stoppa á seinni ferðinni. Þannig að þetta ekki alveg að byrja eins og ég ætlaði en jú, þetta gengur. Og hvað mistök voru þetta á seinni ferðinni í höfninni, bara bremsa á seint? Já, ætlaði að sigra heiminn og bremsaði svolítið seint og síðan var ég ógeðslega pirraður út í mig að því ég sleppti ekki bremsunni og stoppaði frekar og þá fann ég ekki bakkgírinn og þetta er yndislegt. En það verður fullferð á Djúpavogsnum á morgun, þú þekkir þá leið nú mjög vel eða ekki? Jú, vonandi fæ ég bílinn í lag núna og þá bara fullferð á morgun og að sjálfsögðu, jú, við ætlum að ná þeim þar. Og bara taka fyrsta setið, ekkert annað? Það er ekkert annað í boði. Gangi vel. Takk. Ég kem eitthvað með að bíllinn bilaður í spurning. Ísak, Baldur að tapa gríðarlegum tíma, bíllinn bilaður hjá honum? Það lítur út fyrir það, en samt hann keyrir alveg gríðarlega hratt en hann lítur samt út eins og þess að tapa miklum tíma.
7. 7, þannig að hann taka 30 sekundur á honum ef hann tók auka mínútu. Já. Tókstu auka mínútu á Sigur? Já, ég gerði það. Áttu að taka 30 sekundur á honum? Það er frábært. Þá gengur þetta allt eftir plani. Ertu þá ekki komin í fyrsta? Ég held það, jú. Það er eitthvað, gufa eða eitthvað hérna framann, er hann að hitta sig nokkuð? Nei, hann er í góðum hita. Við náðum að laga hann í gær, þannig að það er búið að ganga vel fram og tilbaka, þannig að þetta er mjög fínt. Gangið vel á eftir? Takk fyrir. Ég held að þetta er eitthvað bremsur þetta. Já, það þarf aðeins. Baldur, fyrsta sendið, það hlýtur að vera bara draumabyrjun á tímabilinu. Já, heldur betur. Og já, bara halda þessu áfram úr tímabilið eða ekki og stefna á titli. Að sjálfsögðu. Það er það sem við leggjum upp með í öll röll, þannig að það gekk eftir í dag, þannig að við heldum því áfram. Hver var lykill að sigri í þessari keppni? Djúpavatni var náttúrulega svona megin leiðin í þessu ralli, þannig að okkur gekk mjög vel á henni, þannig að það var þar sem við lögðum línunar og heldum því út daginn. Var eitthvað vesen á bílnum eða eitthvað svoleiðis? Gekk þetta bara nokkuð vel fyrir utan hendi í gærkvöldið þarna? Það var það, já, bara í gærkvöldið. Þá brenda hann eitt kerti og háspennukeflin fór eitthvað leiðileg. Þannig við skiptum því út og hann fór að virka síðan í morgun og skiptum við myntekúlur. Þá fengum við fullan blástur aftur, hann var eitthvað vesenast í því líka. Og þá var bara, já, farið á fulla ferðin á Djúpavatn og það gekk svona ljómandi vel. Hvernig finnst þér þetta fyrirkomulag með að hafa ofurleiðina hérna í endan? Er þetta til að gera Íslandsmótið skemmtilegra? Já, ég held það. Það hugsa allir svona í endan að bara klára til að fá stíginn, en núna hefur maður alltaf svona smá búst til að fara aðeins hraðar. Þannig að þetta var mjög gaman. Gangi vel í Hólmavík. Takk fyrir það. Baldur, hvernig ertu stendur fyrir Hólmavíkurrallið? Svona þokkalega held ég. Og já, ný leið fyrir alla, heldur að það hendi þér frekar en gömlu mönnunum? Já, hún er hröð og tvist í þannig að það er spurning hvernig þeir gera þetta. Og þið er búin að skoða leiðina vel? Já, við erum búin að skoða hana vel, já. Og já, hvar heldur úrslitin ráðast í þessari keppni? Þeir eru með, hvað kallar það, ofurleiðina. Það er leið nummer 2, þannig að þar eru 3 aukastig í boði, þannig að það geti eitthvað gerst þar. En síðan er Tröllatunguheiðin, hún er eins og í fyrra eiginlega. Þannig að hún er frekar gróf og löng, þannig að þetta verður bara svona
spila yfir daginn held ég. Ertu að hugsa ofurleiðina, ætlar að keyra hraðar þar? Bara fyrir eftir hvernig maður fílar hana, við náttúrulega bara skoðum hann í gær með góða nótur, keyrum fyrstu ferð núna, sjáum hvernig hún og ef hún geggjuð þá bara förum við aðeins hraðar. Já, þægilegt að hann var sömu leiðin aftur. Já, það verður mjög fínt. Hvernig heldur að staðan verði í hádeginu? Ég ætla að vera í topp 3 allavega. Gangi vel. Takk. Fékk hann sígarettuna? Síðustu sígarettuna? Djúlega ánægði með það. Baldur, stopp út af, hvað gerðist? Segir þér ekki. Fuck you! Já, takk. Vertu almennilegur. Baldur, stopp fyrir utan veg, hvað gerðist? Við komum hérna í, hvað er þetta, vinstri beygja þannig og bara kreppist aðeins og fellur svona niður, þannig við tókum ekki eftir því og við förum út af og bíllinn stoppar ofan á þessum steini, við náðum að taka hann undan og já, þetta var bara ný leið, ekki kannski nógu góða nótur eða eitthvað sem við gerðum en við erum náttúrulega fyrsti bíl, þannig við erum búin að vera að stoppa hérna síðan við stoppuðum og það eru 3 bílar búin að koma hérna hliðina á okkur, þannig að ef ég ekki gert þetta þá hefur einhver annar gert þetta, þannig ég tek þetta á mig núna. Og já, hvað er tjónið á bílnum? Það er allt hérna hægra megin framan, það er spindikúla, stýrisendi, spyrna og svipaða aftan, spyrnur og naf og eitthvað held ég. Og þetta galopnar Íslandsmótið? Heldur betur. Þetta er reynda á Power Stage áðan, þannig að við vorum með jafna tíma, besta tíma, þannig að það eru 3 stig held ég eða eitthvað. Þannig að það er einhver stig þá allavega. Svo bara mætir fulla ferð á krókinn? Að sjálfsögðu. Ekkert eftir þar. Það er reyndar inn í bíl. Ég átt að kippa henni út strax bara. Já, ég segi, hugsa eins og myndarleikmaður hérna. Síðan tók ég dekkið Síðan gerði ég á kar líka. Þetta er bara ónýtt húfan. Já, Baldur, hvernig ertu stendur fyrir hérna ljómarallið í Skagafirðinum? Bara nokkuð vel held ég, undirbúningur er búinn að ganga þokkalega og ég held ég sé frekar tilbúinn. Og já, Mælifellsdalurinn keyrður 4 sinnum. Þér hefur nú ekkert alltaf gengið svakalega vel á Mælifellsdal? Nei, hún hefur ekki verið góð við mig og hérna, þannig að vonandi gengur það upp á morgun. Og ertu með eitthvað ástæði fyrir því af hverju gengið hefur verið svona? Er þetta bara óheppni eða? Ég veit ekki, en ég bara aldrei einhver með náð bara fínum rytma. Jú, í fyrra þá keyrði ég upp yfir og það gekk fínt. Sen að leiðin niður yfir þá fór ég aðeins út af en ég veit ekki, kannski bara læra á og náttúrulega á nýjum bíl í fyrra og núna búinn að kynnast honum betur þannig að núandi næ ég ferðinni á morgun. Og ég gríðarlegu slagur Íslandsmeistaratitilinn. Hvernig heldur að staðan verið þessu rally og hvar ætlar þú að henda? Ég ætla mér að klára og ég ætla mér að vera ofalega, þannig að ég veit ekki. Fyrsta sætið er náttúrulega alltaf, maður leggur upp með það en ég sætti mig við 2 og 3 líka.
Og já, mikið af hröðum ökumönnum, þú sýndi það nú í síðasta rally að þú getur alveg kert á sama hraða og til dæmis Jón Bjarni sem vann þá keppni. Ætlar að reyna að halda í við Jón Bjarni á þessari leið, þannig nú þekktur fyrir að vera hraður á mælifestunum? Ég ætla bara að sjá hvernig það fer á morgun. Ég er fyrst í bílinn á leiðin á morgun og ég sé hvernig þeir eru að keyra. Ef þeir eru að keyra miklu hraðar en ég þá reyni ég að bæta aðeins í en ég ætla mér að klára þetta allt, þannig að ég sætti mig við fyrstu 3 sætin. Gangi vel á morgun. Takk fyrir það.
Já, Baldur, þetta gekk vel Mælifellsdalinn, en hvað var þetta hann á Vesturdal? Ég veit ekki, ég sé þetta í þáttunum hjá þér þar sem toffærubílarnir flytja við svona polla og ég ætla að reyna að gera það líka. Gekk ekki alveg á Subaru? Nei, ekki alveg, en komst þó allavega áfram og náðu að klára, það er fyrir því. Og eitthvað tjón á bílum, gleypti hann eitthvað af vatni eða eitthvað svoleiðis? Já, hann gerði þetta í báðum ferðunum, þótt ég hafi reynda að fara allt úr hrattan í fyrstu ferð, þá reynda fór ég mun hægar tilbaka en hann blitti sig líka þar, þannig að Var það kannski út af tjónari hlíðapönnu að hann svona gleypti vatni frekar? það geti verið, já. En þetta var hörkuslagur á Mælifellsdalnum og já, stefnir í mikinn slag í næstu keppnum með það ekki? Þið eru allir á svipum hraða þarna? Jú, það stefnir í mjög skemmtilegt rally Reykjavík. Þannig að það þarf bara að undirbúa sem vel þar og taka fyrsta setið. Heldur betur, það þýðir ekkert annað. En þriðja setið í dag, þú hlýtur að vera sáttur með það svona, já, eftir hvað gerðist þarna í vatninu? Já, ég er mjög sáttur með það. Ég er reynda að vilja fá það með því að vinna mig upp í það, ekki fá það svona afhent bara, en gott fyrir mig, vont fyrir þá. Gangi ég vel í næsta rally? Takk fyrir það. Já, nei, jú, já, þessi maður. Svo var það fastir reykinu eftir. Já, hann líka bandi leið og hann kemur út með leiðinni. Já, Baldur, rally Reykjavík framundan, hvernig ertu stendur? Bara þokkalegur held ég. Og já, fyrsti dagur, aðaleiðin Djúpavatnið. Þú ert þekktur fyrir hann á góðum tíma þar. Ætlar að vera fyrstur í kvöld? Já, alveg. Ég get alveg verið fyrstur á morgun og þetta rally við þurfum að ná góðum árangri þannig að við verðum þokkalega fljóti í dag held ég. Já, þýðir ekkert að slaka á þegar slagurinn er svona harður. Já, það er akkurat svoleiðis. Við erum búin að vera núna ég, Jómbi og Baldur Haralds í sumar að berjast og Fylkir hann aðeins fyrir aftan okkur og hérna Baldur er því miður ekki með okkur í dag sem er frekar leiðilegt af því það var mjög gaman að keyra við hann en núna er það á milli mín og Jómba svona aðalega þannig að við gefum ekkert eftir. Og Gunnar Karl sýndi það í síðustu keppni að hann er töluvert hraður, hann geti komið hann á milli og truflað svolítið slaginn titilinn. Já, hann geti gert það en eins og þú segir, hann er ekki í þessum Íslandsmeistaraslag þannig að hann má vera fyrir mér, já þú veist ég ætla náttúrulega að vera undan honum en hann má gera það sem hann vill. Og já, þú eru sáttur með rasa nummer 1 á morgun? Já, ég held það. Það var svona, ég hef búin að skoða, fórum Heklun á nokkru sinnum og búin að horfa á hann á vídeói þannig að ég held ég sé þokkalega góður. Og hvar heldur að rallymunni ráðast? Það eru þessa leiði, það er Heklan á morgun, hún er keyrð 4 sinnum og síðan er Tröllhálsinn og Kaldidalurinn á laugardaginn. Þannig að þetta rally verður ekki búin fyrir bara eftir þær. Gangi vel. Takk fyrir. Þá reynum við þetta á einskunni. Baldur, how are you going to drive today? We're gonna drive pretty safe but fast. So Djúpavatnis are staged, so yeah, we're gonna push a little bit there. Try to be number 1 tonight. Yeah, I think Hekla tomorrow we are pretty ready for that stage. So yeah, we can be first tomorrow. Will the rally be decided on SS Hekla? Yeah, I think so, and also on Kaldidalur. Good luck, guys. Thank you. Heyrðu, það eru sviftingar, Baldur kemur fyrstur, Jón Bjarni úr leik eða hvað? Óvænt, svolítið. Jón Bjarni og Sæmundur áttu að koma fyrst. Já, það vantar hérna inn í. Það er samt ekki hérna, það er einhver annar að koma. Þetta var flott hjá honum, mjög smart. Sjáum til hvað kemur næst.
Blessaður. Baldur, það er hér af fólki í kringum bíliðin, hvað er það? Gengur ekki, gengur bara 3. Af hverju? Veit það ekki. Þú bara keyrir. Ég er bara ökumaður. Og haldið þið náðu að gera við þetta? Hefur enga hugmynd hvað þetta er? Það er verið að prófa að skipta kerti og háspennu. Það er búið að þjöppumæla, búið að skoða inn í sílendra og sjá stimpla og drasl og það lítur allt vel út. Þannig að vonandi er þetta komið í lag, annars er þetta eitthvað annað. Og já, ef við komið þess ekki, þá er rallið basically bara búið. Það virkar ekkert bílinn, eða það? Nei, ef þetta fer ekki í lag núna þá stoppum við og förum með hann upp í vinnu, eða sérst upp í bíljöfur í kvöld og rífum þá eitthvað meira og reynum að laga og komum þá inn í fyrramáli. En með refsingu þá? Já, með refsingu, en við vonum að þetta sé komið. Það er leiðilegt að fá refsingar. Og já, þú ert búinn að tapa talsverðan tíma á þessu? Já, ég veit reyndar ekkert hvernig staðan er, þannig að hún er vonandi bara frábær. Gangið vel á morgun. Takk fyrir. Og allt á ensku núna líka. Já, hvað er ekki Hjalti orðinn enskumælandi maður? Þetta er bara eins og neglari. Já, og bara background clear. Baldur, what's wrong with the car? Misfire, only 3 cylinder. Do you have any idea what's wrong with the engine? No, they are changing the spark plugs now and hopefully it will run on all 4 now. But you lost quite a bit of time. Yeah, these last 2 stages we had only 3 cylinder, and on SS Djúpavötn we had a puncture, so we lost about, I don't know, 30 seconds or something. So it will just be full throttle tomorrow? Yeah. Hopefully the car will be fine, and then we just full throttle, yeah. Good luck. Thank you. Baldur, þetta er bara grjóthart.
Frábært. Takk fyrir mig. Er þetta ekki fyrsta setið það? Ég held það. Ég þori ekki að fara með það samt. Djúvill er þetta bjart ljós maður. Ég veit það. Þetta er skelfilegt. Ég held það. Og besti tíma ofurleiðin eða ekki? Ég held það líka. 17.04 eða ekki? Eitthvað svoleiðis. Löðrandi léttur á bálunni. Heldur betur.